Jón, undirbúningur liðsins á svona lokametrum, allavega eins og hefur verið ég meina þið byrjið fyrir bara í kringu síðust mánaðamót og eitthvað. Nú að koma að fyrsta leiknum, hvernig tilfinningin? Hún bara góð og allir hópurinn bara mjög spenntur og þetta búið að vera löng bið síðan við unnum Tyrkland, þannig að það allir bara búin að vera að gera sig upp í þetta og nú erum við loksins að fara inn í þetta. Ekki skrítið að spila svona marga leiki eins og í undankeppninni sem skipta allir máli og fyrir einhvern veginn inn í öllum og að vinna marga en svo allt í einu koma 5 æfingaleikir þar sem að niðurstaðan í raun og veru kannski skiptir ekki máli eða eitthvað og Þetta er svona kannski öðrustu tilfinning og þú veist að þú ert bara að reyna að púsla liðið saman og þetta er bara prósess og við erum að pröfa margt nýtt og við erum að pröfa margt sem við höfum gert áður og við erum bara að sjá hvað er að virka best fyrir okkur á þessum tímapunkti og mér fannst ég finna það vel á móti Litháen og þeir eru búin að vera að vinna alla leiki með 40-30 stigum, það er ekkert sjálfgefið að koma til Litháens og ætlast bara til sigur, þannig að mér fannst við bara að gera vel í leiknum og án elva sig í seinni hálfleik. Við vorum bara að finna nýja hluti og sjá hvað var að virka og sérstaklega á móti svona sterkur liði þá er gott að sjá að það var margt sem var að virka fyrir okkur. Fyrsti leikur á fimmtudaginn núna á móti Ísrael og svo koma þeir bara koll á kolli. Þetta er rosalega álag á okkur og meðan þetta er mótið, menn þetta eru 5 leikir á einhverju rúmri viku. Já, á, þú veist, 10 dögum eða eitthvað. Eitthvað þannig, en það er gott að hafa Gunnar og Valda með sér og það er allir að kíkja vel í treatment á þá og svo erum við bara að reyna að halda góðum svefni og miklu vatni í líkamanum og þá erum við bara hressir held ég. Að lokum, maturinn í Litháen, hvernig er hann að fara í menn? Bara fínt upp og niður eins og allur hótelmaturinn er, en það breytir engum, maður er vanur öllu. Maður er búinn að vera í þessu mörg ár á hótelum alla daga, þannig að það breytir litlu fyrir mig. Kæra þakki Jón og gangi ykkur vel með undirbúninginn.